En á línunni hjá mér Guðjón Bjarni sem þjálfari Árborgarliðsins. Góðan og blessaðan daginn. Sæl og blessuð. Þið brosið vantarlega út af eyrum í dag. Já, við gerum það. Það ekki? Jú, þetta var mjög ljúft í gær að ná að klára þetta alveg endanlega. Og ef við nú verið komin inn í úrslitakeppnina eins og var tekið fram á sumar og Selfossi. En þá þurftum við að vinna þennan leik til þess að stimpla okkur endanlega inn. Þannig að það var bara frábært. Svo við skýrum þetta nú kannski hans fyrir hlustendum. Þá voru þið að spila við Kongana í gær og loka niðurstaða leiksins var 11-2. Já, mikið rétt. Þannig að Ef við eitthvað farið yfir þann leik? Yfir þann leik, já. Sko, ég fór á leikinn. Já. Og ég hefði alveg getað séð þennan leik enda 22, sko. Hefði allt gengið upp. Já, það er alveg rétt. Þetta lið, Kongalið lið úr fjóruðdeildinni. Nei, utandeildinni skal ég segja, uppáranlega. Kom inn í fjóruðdeildina bara þegar hún setti laggirna núna fyrir 3 árum. Þess að það breytt í 5 deildir í Íslandsmótinu. Já. Og áttu bara mjög fínt tímabil fyrsta árið, en svo hafa það svona aðeins dalað síðust 2. Og eru neðsta liðið í riðlinum með okkur og eru alveg samfærandi neðstir. Þannig að ég hafi svo sem ekki miklar áhyggjur fyrir þennan leik. En það er alltaf gott að setja öll önnur liðin í riðlinu, voru búin að vinna á mjög stórt nema við, þannig að það er gott að setja svona smá statement með að klára þá líka stórt. En framhaldið býður upp á það er semst framöndan 8 liða úrslit. Já. Og hvað erum við að tala um? Þetta eru sem sagt, hvernig er þetta búið að skiptast? Nú er þetta fjöldin allir á liðum greinlega í deildinni? Já, þetta eru rauninni 4 7 liða riðlar. Þannig að þetta eru 24 lið sem eru í fjóruðdeildinni. Já. Og af þeim þá fara 2 lið úr hverjum riðli í þessa úrslitakeppni. Þannig að það eru 8 lið sem er að berjast það að komast upp í þriðjudeildina. Og þetta er rauninni fer þannig fram að það eru spilaðir alltaf 2 leikir að heima og heiman. Og svo endar þetta í úrslitaleik 12. september. Þannig að það eru allar næstu 3 helgar sem eru undir. Og ef minnir rétt þá held ég við alltaf að byrja á heimaleik, þannig að næstu 2 laugardaga þá verðum við að spila í þessari keppni ef við komumst í gegnum fyrsta stíð og svo inn í annað stíð og svo í úrslitaleikin sjálfa, sko. Þannig að í rauninni byrja þessi leikir hjá ykkur 29. ágúst sem er laugardagur. Mikið rétt. Og þá klukkan 12 og það hér er það ekki á Selfossi? Jú, á Jávarfjallinu. Já. Og það við erum að horfa í það er náttúrulega sami dagur eins og glöggir knattspyrnu unnendur að vita að það er sami dagur og meistaraflokk og kvenna keppir bikarúrslitaleikinn á Laugardalsvelli. Já. Og hann hefur svona 4. Þannig að við Árborgar erum að setja þetta svolítið upp sem knattspyrnu dag Suðurlands. Biðja fólk að mæta fyrst inn í Jávarfjallin kl. 12 og hvetja okkur. Og fara síðan vonandi í mjög góðu skapi á Laugardalsvöllin og halda þar áfram að hvetja stelpunum til sigurs þar líka. Já, þetta verður heldur betur stór laugardagur. Já, þetta verður það og ég held að sé, ef mann var nú rétt, Árborg var síðast í úrslitakeppni 2009 eða 2009 eða 10 og það var í fyrsta skipti sem við fórum í úrslitakeppni og nú er þetta í annað skipti sem við erum komin í úrslitakeppni og það er vonandi að það fari jafnvel að við komast upp deild núna alveg eins og við gerum þá. Hvaða lið er þetta sem að þið eruð að keppa við sem sagt núna þann 2009? Þetta lið heitir Vængir Júpiters. Já. Og er sem sagt svona samtíningur af eldri og yngri Fjölnismönnum. Þetta er svona nokkuð svona B-lið Fjölnis og eru þar með leikmenn innanborð sem eru með mikla fyrstudeildarreynslu og úrvalsdeildarreynslu og er bara mjög öflugt lið. Þannig að ég er mjög bjartsýnn fyrir þann leik. En aftur á móti þá verður þetta hörkuleikur og ég býst við því að það veri sýnt góð knattspyrna á Jávarfjallinum kl. 12 næstkomandi laugardag. Þannig að ykkur veitir ekki á góðum stuðningi allavega á vellin? Já, heldur betur og líka bara strákarnir eiga þessu sannarlega skilið. Við erum að keyra liðið megnir á svona 89 og 90 árgangum sem hefur komið upp í gegnum yngjaflokkarstarfi á Selfossi. Já.
og þetta mjög mikið heimastrákum sem eru þarna og eru búin að vinna fyrir þessu heldur betur. Þetta 3. árið þeirra núna í Árborg og eru búin að vera mun lengur í Árborg en þetta svona 3. árið sem að ég að þjálfa liðið og þessi kjarni og við vorum búin að setja okkur það markmið að komast í úrslitakeppnina á þessu ári og erum að standast það og ætlum þá að horfa náttúrulega í það að komast á uppdeild og til þess að þá eins og oft sagt þá þarf maður 12. mannin og hann má vera í stúkunni og það er algjörlega frábært og það er mikið lyftistöng fyrir okkur að fá alla hana svona 200 manns á völlin. Já, við hvetjum að sjálfsög alla til þess að mæta og hvetja ykkur áfram og ég að spája að spila bara lagið ykkar rétt á eftir. Já, ég segi lagið ykkar sko, þegar eru svolítið hluti í þessu sko. Já, þetta klálega lagið okkar og ég myndi bara glaðið þykja það og það var sungið hátt í klefanum í gær eftir leikinn og við erum alltaf tilbúin til að hlusta það núna þegar það liggur svona vel á okkur eins og í dag og það sem að geta að leikmennir að gera sér glaðan dag í dag með að fara að taka gólmót Árborgar sem á sér stað núna. Já. Þannig að það er aldrei að vita nema að Hesta Jói heyrist líka sungin á gólvellinum í kvöld. Þið geta allavega hækkað í útvarpinu eftir örskamastund. Já, takk hjá fyrir þetta. Er þið gaman að heyri þér? Já, allt er fína. Já, bless.